Vitundarvakningin byggð á samningi sem að 3 ráðuneyti hafa gert með sér og var ákveðin á Alþingi samþykktur á Alþingi í hausti 2011. Komst til framkvæmda fyrir 1,5 ári síðan. Þetta eru 3 ráðuneyti sem vinna saman, mennta- og menningarmálaráðuneytið, velferðarráðuneytið og innanríkisráðuneytið. Og það hefur verið skipt verkefnisstjórn með þessum 3 fulltrúum þessara 3 ráðuneyta. Við vinnum öll þar sem erum í henni. Og vegna þess að það er talið afar mikilvægt að bregðast við því sem að gerast meðal ungs fólks, þar sem að kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og andlegt ofbeldi eru að verða svona kannski grófari og við viljum vekja fólk til vitundar til þess að fræða fólkið sem vinnur með börn svo við getum komið í veg fyrir þetta. Það eru margar ástæður fyrir því. Við höfum það sem reglu að þegar upp eru grunnsemdir kynferðisbrot gegn barni og ef það á við þá haldleggjum við tölvur því að það er gjarnan fylgni á milli þeirra sem að brjóta af sig gegn börnum og þegar kemur að vörslum á barnaklámi. Og þess vegna er mikilvægt að skoða þetta og fara vel í gegnum tölvurnar. Rannsóknir hafa sýnt að 44% stráka horfa mörgum sinnum í viku eða daglega á klám á móti 2% stelpna. Þannig að hlutverk þeirra líka í klámmyndum er misjöfn, þannig að vissulega hefur það þá misjöfn áhrif á það, bæði hvað varðar viðhorf og væntingar til kynlífs. Kvenfyrirlitning er náttúrulega mikil í klámi þar sem að konan er yfirleitt ein, hún hefur ekki stjórn á aðstæðum og henni er beitt vald. Við náum til barnaverndarmála og þeirra sem vinna með þau og félagsmálin í gegnum velferðarráðuneytið, í gegnum innanríkisráðuneytið til réttarvörslukerfisins alls og sveitarstjórna og í gegnum mennta- og menningarmálaráðuneytið í gegnum alla skóla. Og við erum komið tengslanett og við fólk í öllum þessum stofnunum og hjá þessum félagasamtökum sem líka vinna þessum málum og það er farið að verða hátt á 2.000. Og fólk sem við erum með netföng hjá og getum haft samband við og sem ætlar að leggja þessu málefni lið og hefur gert það núna síðan í fyrra. Einstaklingur sem horfir rosalega mikið á klám er kannski líklegur til þess að vilja ekkert stunda kynlíf því það færði ekki það sama út. Það náttúrulega getur orðið til þess að líka þegar kynlíf á sér stað að hann virðir ekki nei eða virðir ekki það að hún grætur á meðan hún klæðir sig úr og sem að gæti leitt til þess að hann verði kærður fyrir nauðgun eða ákærður fyrir nauðgun og fær dóm fyrir það. Og veit í einlægni sínu kannski ekkert hvað hann gerði rangt. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum virk á samfélagsmiðlum. Við vitum hvað börnin okkar er að gera. Við sendum þau ekki eftirlitslaus á staði sem við teljum hættulega og internetið getur verið býsna hættulegu staður. Þess vegna er mjög mikilvægt að við þekkjum samfélagsmiðlana, vitum hvernig Facebook virkar og Twitter og Snapchat og allir þessir miðlar og hvað ber að varast í þessum efnum? Sko, núna höfum við úrræði sem til dæmis barnahús og 112 svarar alltaf ef hringt í það og leiðbeinir fólki. Það komið svo margt, barnaverndarnefndirnar eru orðnar virkar og það sem þetta gengur út á er það að við getum sagt þegar leið við áttum okkur á eitthvað við höfum einhvern hringi við fullorðna fólki og það sem þetta gengur líka út á er að við áttum okkur á því hvenær börn er að segja okkur frá og við viljum læra að nema það átt okkur á að við höfum að leita strax til sérfræðinga. Við getum bara hringt í 112 og fengið ráð og börnin okkar geta sagt frá og við ætlum bara að útrýma þessu. Við þurfum að þekkja mjög vel hverjir eru vinir okkar á þessum samfélagsmiðlum og góð regla er svo að eiga bara þá vini á samfélagsmiðlum sem við eigum í hinu raunverulega lífi eða þekkjum og vitum hverjir eru. Ef einhver annar er að reyna á sambandi við þig á þessum vettvangi þá getur það í einhverjum tilvikum verið grunnsamlegt og þess vegna er eðlilegt að vera ekki að hleypa ókunnugum inn í líf sitt þar frekar en annar staðar. Það er líka mjög mikilvægt að hafa í huga að þessi samfélagsmiðlar eru notaðir til þess að dreifa myndum. Bæði stúlkur og drengir hafa tekið af sér myndir fáklædd jafnvel, sent þær til vina sinna í trausti þess að þeir gera ekki neitt slæmt við þessar myndir
en í ansi mörgum tilvikum er illa farið með þetta traust og þessum myndum dreift og skyndilega eru þær farnar að poppa upp á einhverjum síðum þar sem að reynt er að draga viðkomandi sundur og saman í háði eða leggja hann í einhelti eða annað í þeim dúr. Það er bara mjög mikilvægt að átta sig á því að við skiljum eftir okkur spor á internetinu og mynd sem að fer þangað inn, það er býsna erfitt að ná henni tilbaka. Ég held að fyrst er það að valdefla stelpur, gera stelpur sterkari í því að vera ekki svona, hvað er maður að segja, að láta ekki aðra stjórna sér í hvernig þeim líður og annað. Þær þurfa að hafa meiri stjórn á sér hvað sjálfsmynd varðar og að valdefla sig almennt. Einnig í rauninni bara fræðsla varðandi kvenfyrirlitningu, fræðsla varðandi hvað er rétt og rangt í þessum efnum og ég hef mikla ástríðu fyrir bara hvernig orðaval við notum yfir stráka og stelpur bara á ungum aldri. Að hvetja stelpur áfram í staðinn fyrir að vera alltaf að hrósa útlitið þeirra, heldur líka hugrekki og annað og einnig að það er allt í lagi fyrir stráka að gráta.